Ef að ríkið hefði látið mig hafa örorku á sínu tíma, ég er nokkuð sem ég væri öryrki í dag, sko. Ég er nokkuð sem ég væri ekki að gera neitt, sko. Á endanum, þú veist, talandi um manngæsku, ef einhver villaðan sé kallaður einhverju fornafni, bara auðvitað er ég að fara að gera það. En að ég að koma valdboðað ofan, þá erum við að byrja vegferð sem við vitum ekki hvað endar. Eða jú, við vitum hún endar á mjög slæmum stað, sko. Þú veist, ég veit bara að það er hræðilegur staður að vera á. En hættan er þegar við förum að nota þetta hugtaki tíma og ótíma. Þá er þetta orðið eitthvað svona reglífa rusla kistu hugtak yfir allt. Það er ekki kulnun og sért eitthvað pínu þreyttur. Ef að RÚV myndi bjóða þér pláss með umræðu þátt á RÚV fyrir 3 kúlur á mánuði, myndir þú segja já? Já. Og við erum fljóta að gleyma, sko, þegar það var að... Já, við erum fljóta að gleyma. Klippir þetta eftir á það? Já. Sjálfur? Já. Hvað, er það skrítið? Við byrjum líka seinasta spjall á þessu. Erum við byrjaðir? Já, við erum byrjaðir. Þú sagðir líka að það væri skrítið að ég var að vinna þetta allt sjálfur. Nei, ég er bara rúsaður, þú ert maskína. Já, ég veit það ekki. Ég nefnilega er með, var reyndar í sambandi við, sem ég vil reyndar halda áfram, stelpu sem hefur verið aðstofað með þess. Og ég einhvern veginn, þetta er líka vandi, sko. Ég vil alltaf vera með puttan í öllu. Ég er svo mikill micromanager. Kanntu ekki að delegera? Jú, ég kann það, en ég bara, þú veist, ég kannski verð ekki sáttur, sko. Ég dáist að þér að því þú ert mikil maskín í að gefa út þætti, sko. Maður þarf að hafa gefið út mikið af viðtalsþáttum til þess að vita hvað er, þú veist, það koma tímabili sem þetta verður lýjandi, sko. Já. Ég var hlust að það. Ég meina hvað, við erum ekkert margir sem erum að gera viðtalspodcast á Íslandi sem erum komin yfir 200, sko. Þú komin yfir 300. Já, ég er fyrir náttúrulega 400. Já, ég er í 330 ykkur. Já, þetta hefur alveg verið, sérstaklega sko undanfærið. Ég tók ákvörðun bara eitthvað kringum ágúst 23 minni mig. Þess að ég ákvað bara, ok, nú ætlum ég bara að gera þetta. Og ég er bara búin að vera að dælunni síðan, sko. Þú veist, þú fljótur að zooma kamerunir, er það bara át og... Já, ég kroppaði þetta bara eftir á, sko. Ok. Hvað ertu? Sko, ég var að segja þér að það er skandall að þú hefur ekki komið til mín áður. Algjörlega. Það er, mér finnst það í alvörinni. Af hverju finnst það skandall? Bara út af því að ég reyndi að fá það hann fyrst, þannig fyrir löngu þegar að þú fórst í gegnum havaríið. En síðan í kjölfarið þá kom ég til þín og ég veit ekki af hverju, mér fannst bara eins og ég hefði tekið við allavega 2 viðtöl. Og ég lendi oft í þessu, sko, ég fæ bara eitthvað svona, út af því að ég er með svo mikið tunnel vision eiginlega á einhverjum málefnum alltaf. Ég gerir mér aldrei grein fyrir því, sko. Ég spurði bara, við kannast taka viðtali í senstu viku. Ég bara, ég man það ekki. Ég er rosalega mikið tunnel vision maður, sko. Ég fæ svona árátt að kynna mér eitthvað. Þá bara kynni ég mér bara það. Í nokkra vikur. Já, þetta er svolítið skrítið, sko. Já, ég er á saman, það er skandall að ég sé ekki búin að koma til þín áður. Já, en þú ert núna komin. Talandi um havaríið sem að þú fórst í gegnum á sínum tíma. Ég er ekki að vera að tala um það. En ég vil tala um það, sko, ekki málið, við höfum rætt það áður, breiðari myndina. Það var orðið rosalega breyting á samfélaginu. Ég vil meina að þú hafi verið þannig í svona, hvað ég var að segja, auga stormsins eða auga hvirfilbilsins eða hvernig sem það myndi lýsa því. Þú í rauninni, já, þú varst bara ímynd þessara herferðar á sömu leyti. Núna þegar samfélagið búið að breytast, og ég var ekki bara að tala um MeToo, ég er að tala um bara svona þessa breiðu mynd. Þú finnur alveg sjálf fyrir þessu, þetta er rosalega skrítið, þegar fólk er að tala miklu meira um svona COVID, tala miklu meira um réttrúnaðinn og hvað hann hefur verið skaðlegur. Eitthvað svona hluti sem að það getur mjög eðlir, og ég hafði listamenn, ég var með Ernu Mist og Aldur Armand núna bara fyrir skömmu. Bara opna sig ég hætti þess að opna sig, ég þoli ekki það orð, að bara tjá sig einhver mál sem að hefði ekkert verið hægt að gera fyrir bara ekki svo löngu. Þau náttúrulega gerðu það einhverju leyti í bæði MeToo og COVID, en núna hefur einhvern veginn opnast vettvangur fyrir bara umræður. Ég myndi samt fara ennþá dýpra og spyrja þig, þú veist, hvað er það þá sem þú hefur ekki verið til í að tala um fyrir 3 árum sem er sambarlegt í dag? Skilur þú hvað er að fara? Já. Því nú er allt í henni að það er allt búið að breytast rosa mikið og allt voru mig, ok, býðum bara eftir að næsta múgsefjunar alda komi og þá mun sama fólki og það verður hugrætt að tala um eitthvað sem mátti ekki tala um fyrir 3 árum.
það mun ekki tala eitthvað sem verður óþægilegt að tala fyrir en eftir 2-3 ár, skilur þú hvað já. Hvað heldur það sé í dag? Ég reyna að melta þetta, en þú veist, eftir að ég læriði félagssálfræði að þá svona þeoretist skildi ég mannlegt eðli og við erum bara bölvaðar aumingjar. Skilur þú veist, staðreyndin bara svo að 95% af fólki telur sér trú að þú hefði verið gæinn sem hefði geymt gyðinga í kjallaranum í nasismannum. En staðreyndin að það svona 1-2%. Þannig að ég skildi þetta þeoretist, ég lærði sálfræði í háskólanum og félagssálfræði var uppáhaldsfagið mitt. Mér finnst þetta rosalega áhugavert. En síðan þegar þú ferð í gegnum eitthvað svona, þá ferð að finna það á eigin skinni hvernig mannlegt eðli og þú getur ekki afséð það. Hugrætt fólk mjög sjaldgæft. Og það ekki búið að breytast þó að það sé eitthvað búið að breytast í samfélaginu núna megi tala einhverja hluti sem átti ekki tala þá mannlegt eðli ekki búið að breytast. Ef að þú hefur ekki gengið gegnum þetta á sínu tíma, heldur þú hefur verið verður jafn opinskár? Segjum svo bara að þú hefur aldrei... Nei. Þannig að þessir atburðir ollu því? Já, klárlega. Ég meina, klárlega. Og það var gott fyrir mig að spurja mig. Hefði ég tekið við, af því ég náði þarna mjög miklum hæðum og þarna var svona svolítið gulddrengur í samfélaginu. Ég ekki viss að sá gulddrengur hefði tekið viðtal við óvinsæla Sölva, sko. Ég ekki viss að hann hefði haft hugrekki í það, skilur. Nei. Og það fyrir mig að horfa, ok, á endanum ég í að miðla upplýsingum. Það svolítið ævistarfið mitt og ég vil ekki vera huglaus maður. Þannig að því leiti ákveðni partar í þessu ferli sem að fá maður að hugsa, þú veist, á einhvern nátt frábært að fá að fara í gegnum svona. Af því þú getur ekki, þú veist, skil hlutan til fulls fyrir en að fá reynslaðum. Það var ekki Brynjar Karl sem sagði við þig hérna að frábært og það eitthvað frábært að eiga sér stað hérna. Jú, hann sagði til hamingju. Já, það rót. 4 dögum eftir þetta skeiði, sko. Ég var búin að missa allt, vinnuna og tekjurnar og allt, sko. Að því eins og segir, ég var svolítið fyrstur í röðinni, sko. Já, þetta alltaf, en núna þetta búið að breytast. Þetta orðið að mínum að þetta, sko, og ég alveg sammálaður, ég meina, jú, það verið svolítið einhverjir hlutir, en ég meina, ég held að við munum ekki einhvern veginn hoppa vagnin, já, öðvöldlega. Þú heldur ekki? Nei, út af því að þú hugsa líka út af því að sko, hvað var að sjá í senstu alþingiskosningum? Engin eftirspurn eftir þessu sjónarmiði. Og nú erum við bara að búa við þann veruleika að fólkið sem hefur verið svona að fara hæst þessi mál sko ekki bara að gera sig ógildandi í þeim umræðum, heldur þau jafnvel sko að geta skaðað málstað þess fólk sem umræðir. Gaza vera bara frábært þetta. Það sem vissulega eitthvað sem að eiga sér stað, sem alveg hræðilegt og eitthvað sem að væri vert að athuga. Ég hef aldrei því fram að kannski, þú veist, alveg sama hvorum megin við á Íslandi myndum hoppa á þann vegn að þá hefur það engin áhrif á átökin. En aftur á móti sem ákveði svona, ef við hugsum bara svona samfélagslega slagkraft, bara að við séum með einhverja umræðin þetta. Sama fólk hefur náttúrulega verið í öllum þessum umræðum. Alltaf hoppa á næsta vagn. Nú hoppaðu þennan vagn. Þá valdi þessum, sko, hérna málstað mikinn skaða. Já, alveg sammála því. Ég er alveg sammála því að það verður oft þannig að, sko, það sem í grunninn góð málstaður, talsmenn málstaðaris oft fólk sem þeir sem raunverulega vilja berjast fyrir þessum málstað myndu ekki vilja velja sem talsmennina vegna þess að þetta fólk ekkert að koma frá réttum stað. Það að fá útrás fyrir eigin gremju, það að upphefi eigið ego og svo framvegis. Þannig á endanum skaðar að málstaðin. Við erum mörg dæmi þetta. Heiðar Guðjónsson hefur sagt að hérna, fólk sem getur ekki síðan sjálft sig á ekki að fara að útskýra fyrir öðrum hvernig samfélagi að sjá þá. Ég alveg sammála því og líka bara mér einhvern veginn gott að því þú nefnir Gaza. Nú hef ég komið bæði til Ísrael og Palestínu og ég hef talað við fólk og mér svo gott að það 2018, 17-18 og þá var mér gott að ég fór strax í þá stöðu og hugsa, ok, ef ég hefði alist upp við mataborð með þessum palestínsku strákum sem ég að tala við og mér hefði verið sagt það sem þeim var sagt Ísrael og ég væri í samfélaginu þeirra, þá væri ég með sömu skoðun á þeir. Svo ég að spjalla við ísraelska konu í kringum fertugt sem á dóttur sem á þeim aldrei að það hérna herskylda og hún að fara á svæðið akkurat þar sem Hamas að sprengja og hún rosalega hrifin af harðri utanríkisstefnu Ísraela. Ég væri örugglega með nákvæmlega sömu skoðun og hún ef ég væri í hennar sporum, sko.
Þannig mér finnst þetta alltaf svo áhugavert þegar við tökum mjög flókin mál og búum til það svona einn vondukall og einn góðukall og svo ég svo góður að því ég að segja að ég sé með góðakallin. Sko. Heimurinn ekki alveg svona einfaldur. Sko. Og það það sem að mér einhvern veginn mitt ferðalag ganga út á og ég einhvern veginn, það verður einhvern veginn æxlast þannig að ég þarf mjög oft að fá að setja mig í spor fólks til þess að draga úr eigin dómhörku og til þess að fá að sjá hlutina út frá ólíkum vinklum og fatta, ok, á endanum alveg pínu trikki að setja sig í spor einhvers ef þú hefur enga raunverulega áþreifanlega upplifun af lífið þessara manneskju. Til dæmis eins og bara, ef við tökum bara ef ég illa staddur á Íslandi og ég kenni Bjarna Ben allt sem að og eitthvað svona. Þú veist, á einhvern nátt, nú ég búin að hitta Bjarna, ég búin að taka viðtölu Bjarna og ég held þessi góðu gæi. En hann örugglega með blindspot af því að kannski skiluru flest allir vinar að koma saman þjóðfélagshópi. Hann hefur alltaf tilheyrt sama þjóðfélagshópi. Þú umgengst bara sama mengið og þá það kannski ekki áþreifanlegt fyrir þér hvernig það að geta ekki borgað reikninganum mánaðamótin. En ég trúi því samt að hann sé allur að vilja gerður að vilja koma vel fram við fólk sem illa statt. En skilurðu hvað að fara? Já, Gunnar Smári sagði við mig fyrir einhverjum árum held ég að ég man ekki hvernig ég orðaði spurningunni. Ég spurði hann einmitt að þessar spurningu. Ég sagði heldur að Bjarni Ben sé vondur maður? Og hann sagði nei. Hann trúir ekki að fátækt fólk sé til og það hann sér það aldrei. Já, þá múti ég aftur segja eins og með Gunnar Smára. Þú veist, því ég svo hróplega ósammála, þó að mér finnst mjög gaman að tala þann. Ég svo hróplega ósammála hugmyndafræðinni sem hann að agitera fyrir núna. Og þá það aftur, sko, þú veist, hefur þú prófað að setja þau spor að vera að stýra landi? Það sem að allt sem að þér að kenna. Þú veist, þetta ekki sérstaklega öfundsvert og auðvelt hlutverk, sko. Og aftur, ef þú skoðar bara þitt líf, ertu viss, viltu ekki byrja á að skoða ef ég væri, þetta bara eins og ég ætla að spóla þess tilbaka, í hruninu þá var ég inn á Fréttastofu Stöð 2. Þeir sem að voru mest að kenna Jóni Ásgeiri og Geir Haarde og þú veist, annarkvort stjórnmálamönnum eða útrásavíkingum allt sem var að í þeirra lífi, var fólki sem var mest skuldsett sjálft. Átti aðra íbúð á Spáni, var með fellihýsi, var með saumabústað og sem sagt, þú ert míkrómynd af Jóni Ásgeiri eða Björgólfi Tóri eða þeim sem þú ert hlutfallslega skuldsettur, sko. Þá ekkert, þú ert trilltasta manneskjana því kannski það sem að, skilur, þú ert alltaf að projekta þínum eigin veruleika hann út. Mér finnst þetta svo áhugavert, sko. Hvernig og það þess þegar ég heyri Gunnar Smára tala núna, því mér finnst hann ofboðslega klár maður og vel að sér. En þessi dómarka, sko. Eins og þú, þetta góð spurning. Heldur í alvöru að Bjarni Ben, heldur hann sé illur? Heldur hann vilji fólki vond? Skilur, það gott. Þú verður þá heiðarlegur og svaraði því þú játa því málflutningurinn eins og þú trúir í, sko. Já, ég nefnilega það og það var einmitt ástæðan fyrir ég spurði hann, sko. Þetta svo sérstakt að við einhvern veginn og mér finnst það mjög góða punktur hjá þér, sko. Við erum svolítið afurð umhverfis okkar og ég til minnst út að þegar þú varst að tala með mitt og hlustar á sögur Ísraelsmanna þá trúir málstað Ísrael og hlustar á málstað Palestínumanna. Ég held mér þess að sko hatrið sé svo blindandi á báðum stöðum að ég held að báðar fylkingar ef að Ísraelsmenn hefðu tök á, þá bara myndur vilja bara að Palestínumenn væri ekki til og ég held að Palestínumenn hugsa það sama. Ísraelsmenn geta það ekki út af alþjóðakerfinu og Palestínumenn geta það ekki út af því að þeir eru ekki með bolmagn til þess. Og það setur þetta, þú veist, ég meina, þegar, þú veist, maður var spurður einhverjum nokkur mánuðum eftir þessi átök og hófust, þá var maður spurður með hverjum stendur þú? Ég kan byrja nú við, það var ein fylking sem er sko svo blindu á hatri að þeir væru tilbúinir til þess að sko fremja ótrúlegt voðaverk eins og á þessari hátíð og víða annar staðar. Bara drápu af vild og börn og allt. Eða þá fylking sem að fer þann inn og stráfættir allt og sprengir heimilega allt og bara með hverju stendur þú? Mér líst bara eiginlega ekkert vel á annað hvort. Nei, nákvæmlega. Þess vegna, ég veit ekki hvort þú sást þegar að Donald Trump þegar hann mætti sko áhvert að CNN bauðun í eitthvað svona eitthvað svona opin borgarafundi eitthvað. Það hefur verið fyrir svona hálfu ári og fyrst alveg skrítið að CNN skildi bjóðanum og kannski þú veist að hann núna mætir yfirleitt en konan spyrillin hún þú veist heldur Úkraínu. Þú heldur Úkraínu og hann segir ég vil að stríðið endi. Þannig þú ert ekki tilbúin að segja þú heldur Úkraínu. Ég vil að stríðið endi og fólk hætti að deyja. Og hversu mikið getur að hata Donald Trump til þess að
geta ekki bara sagt, herðu, já, ég held við öll að vera sammála um það. Og þess vegna væri áhugavert núna þegar að hann kemst til valda. Ef að honum tækist nú að gera betur í að enda þessi átök, bæði í Úkraínu, Rússlandi og Gaza. Myndi fólki sem að sko hatar, myndi það vera óánægt með að honum þið ágengt í, því þú veist, það bara eitthvað svona, getum við please verið öll sammálum að það sé bara 2024-5 galið að við séum að drepa annað fólk út af einhverju strik í sandinu og einhverju landamærum, sko. Þú veist, ég veit að það pínu flókið að vinda ofan að sögun en við ættum öll að geta verið sammálum að þetta sé galið og að besta niðurstaða fyrir alla sé þetta endi og við ættum að drepa hvort annað fyrir einhverju landamæri, sko. En þá það aftur, er sko virtue-signalið þetta orðið það mikið að þú myndi jafnvel vona að fleira fólk myndi deyja því það væri þá vont fyrir Donald Trump og það væri vont að það myndi færra fólk deyja að því þá honum að verða ágengt að draga úr stríðum, skilur. Þá þarf það að spyrja þig hvers konar manneskja þú ert. Þá ertu friðelskandi. Nei, ég alveg, sko... Þú ert bara friðelskandi ef þú vilt að stríðin endi alveg sama hverjum tókst að gera það, sko. Það ég er búin að vera eitthvað örlítið að fylgjast með stríðin einmitt í Úkraínu undanfarið. Árið svona eitthvað óspennandi, svona virðist vera, að mörgu leyti, minna alltaf til umræði. En þar einmitt ein, reisa breyta sem mér finnst áhugaverð, sem svo að, alltaf var að tala um að Rússar fara næst inn í Litáen og Pólland og þetta bara næsta vígi og nú var komið frétt að það var 10.000 norður-kóreskir hermenn sem settir á víglínuna sem náttúrulega örugglega bara einhvers konar byssufóður, þetta ekkert stríðsmenn held ég sem að fara að standa sig gríðarlega vel, heldur þessi bara settir á víglínuna og látni deyja þar. Þetta veikleikamerki, sko. Það sem að gerast núna í Sýrlandi veikleikamerki fyrir Rússa. En samt við einhvern veginn og okkur sagt að næsta stríð verði við Pólland sem miklu betri stakk búnir til þess að takast á við stríð heldur en Úkraínumenn. Og ég þetta heldur ekki alveg vatni. Þú veist, 10.000 norður-kóreumenn og bara, wow, maður, sjáðu styrkin hjá hana. Þetta veikleiki. Ég veit ekki, sko, það fyrsta sem, sko, því ég hætti að fylgjast með svona day-to-day fréttum að þessu dóti, sko, þú veist, ég var eitthvað til á einhverjum rosa fínum degi þegar Úkraínustríð var frekar nýlega byrjað, mjög góðum sunnudegi og svaka góðu stuðu og svo sé ég eitthvað fyrirsögn, kjarnorkustríð getur og ég sagði, þú veist, ok, er ég að fara að gera eitthvað í þessu akkurat núna? Nei. Ætla ég að vera eitthvað að gera sækínu mínu það að vera að velta mér upp úr þessu? Og svarið mitt nei, af því ég held að maður gerir meira gagn með því að bara fara og skoða hvað ég að búa til eitthvað mín í stríði í mínu lífi og hvernig get ég byrja að koma betur fram með fólkið mitt. Þannig að þú veist, ég geti þá allavega sagt ef að fleiri myndi hegða sér eins og ég, þá eru minni líkur að það væri stríð, sko. Það bara sjálfsábyrgð, sko. Ég meira þar. En að því sögðu, þá varst mér bara, þegar þetta byrjar, þegar Úkraína og Rússland dótið byrjar, þá ég komið þangað og kannski það eitthvað sem við getum verið ósammála eftir að því að ég búin að taka svolítið mikið að psychedelics. Kannski verið eitthvað með það að gera. Fyrsta innsægisflassi mitt alltaf, þetta flóknarinn að vera að segja okkur. Þetta ekki bara einhver einn vondur kall sem einhvern veginn bara, ef hann væri ekki til, þá væri alltaf hæslegt, sko. Eru það að grína? Haldið þið að military industry komplexið, öll öflin sem að verki í heiminum, haldið að þau myndi bara, ef það bara væri hægt að drepa Pútín, þá myndi þetta allt bara svona hætta og hverfa. Já. Þú veist, þannig ég á orðið svo erfitt með að horfa á svona rosalega einfalda og svartkvíta mynda heiminum og mér finnst einhvern veginn pínu bara eins og til dæmis COVID-tímabilið. Þú veist, það hugtak upplýsinga óreiða, sko. Þú veist, væri ekki rétt að stærstu fjölmiðlar í heimi myndu byrja á að leiðrétta sína eigin upplýsinga óreiða áður en þeir eru að nota þetta hugtak á alla aðra. Og finnst þetta pínu svona bara, þú veist, af hverju ætti ég að trúa ykkur í þessu þegar þið eru búin að ljúga svona mikið að mér í öðru og þið leiðréttið aldrei og þið farið aldrei yfir eitthvað sem var bara blatantly rangt. Skilur, nú ég óbólusettur, ég átti að fara út í Grímsey, sko. Drullaði þér út? Já, bara út í Grímsey. Ég var glaður að heyra að þú væri það líka, sko. Því mér finnst það svona, þú veist, þá ég að segja, en aftur, bara ég ber fulla virðingu fyrir því að fólk hafa ákveðið að bólusetta sig. Mér finnst það bara fínt. En talandi þessa dómhörku, sko. Bara, getum við aftur verið sammála það núna, einhver sem tók þá ákvörðun að gera það ekki eftir að hafa verið búin að fá COVID, búin að búa til sitt eigi mótefni, mátti hann, ekki alveg rétt að hann hafi tekið þessa ákvörðun, mátti hann ekki segja, þetta sko, þetta glundur sem eru með þessari sprautu þarna, það í besta falli einhvers konar mimik af mínu eigin mótefni. Ég er búin að búa til mitt eigi mótefni, sko.
Já, ég var með mótefni allan tíman. Ég er að fara svolítið allt hérna. Nei, þetta bara gott. Ég nefnilega sko fékk COVID mjög snemma og var mældur með mótefni 3 sinnum. Þannig ég hugsaði bara, ég held ég þurfi ekkert, og ég man alveg sko að það voru fjölskyldumeðlimir og það voru vinir og vinnan og fleiri sem voru bara froðu fellandi yfir því sko. En ég einhvern veginn, þú veist, stend bara með sjálfum með því, þið getið gert það, ég bara held ekki, þú veist, ég held að ég þurfi ekki booster þó ég sé með mótefni. Nei, mér aftur, líka bara talandi hann á ólík sjónamið, þegar svo nefndum Ísrael og Palestínu, þú veist, ég átti nokkra snerrur við pabba minn, svo allt í henni verið fyrir þessu mómenta sem ég sett með hans í hans spor, ok, hann er yfir 70, hann er með asma, sem er, þú veist, öndunarfæra problem. Ég myndi kannski bara sjá þetta með allt augum ef við væri hann. Þó átti ég díalóg við hann sem ég sagði, getum við bara horft á það þannig að við erum að horfa á þetta út frá gjörólíkum vinklum. Og ef við getum átt díalógin út frá því að við erum að horfa út frá gjörólíkum vinklum, þá erum við kannski pínu sammála, sko. Og þetta eina sem ég er að segja er að þú mátt taka þína ákvörðun og ég má taka mína, ég virði þína ákvörðun og þú virði mín og allir eru glaðir, sko. Þú ert orðin svo mikið þriðja auga hérna út af eiturlyfjanótkun. Hérna... Já, það þarf að henda smá eiturlyf mér þig. Nei, það er ekki eiturlyf. Nei, ég veit að ég viss alveg að þú myndir ekki fíla. Sko, ég tel hérna, út af því að sko, ég veit ekki hvað línan nákvæmlega liggur. Þú veist, svona hugtök sem hefur verið slengt fram í nútímaumræðu sem er eins og kulnun er ekki óhófleg símanótkun eitthvað þannig, nei, þetta snýst alltaf vinnuna og komast í frí til tenni á fullum launum, samlega því að fá reiknaði yfirvinnu aftur í tíman og það er orðin engin hvati til þess að vera í vinnu, en miklu meiri hvati til þess að hringja þenn vegan, út af því að þú þarf náttúrulega ekki að bera ábyrgðan einu í þínu lífi. Og ég hef verið að tala um þetta og eins og með eiturlyfjanotkun, þú veist, rosalega mikið til umræðu, skaðaminnkandi úrræðu og okkar fleira því líkt og ég veit að það er fólk sem starfar innan SÁÁ, starfar innan á þessum öllum þessum stöðum sem að telur að þetta sé kannski ekki jafn einfalt og fólk vil láta líti út fyrir að vera. En hvað sé ekki einfalt? Skaðaminnkandi úrræði, sem að er bæði það að koma til móts við hópinn og líka svona allavega eftir því sem ég skil þetta best þá er svona fullkomnunar hérna endalók þess er bara að fólk fá við eiturlyfin sem að þau þurfa að nota. Og í þeirri umræðu allri þá fæ ég aldrei, en ég er að fara að fá mannsku sérhæði í þessu, en ég ætla líka bara svona að fara yfir þessar hugleiðingar. Þetta er bara mínar hugleiðingar, ég er ekki meina sérþekking á þessu, en mér finnst þetta bara skrítið viðmót út af því að mér hefur alltaf verið kennt að eiturlyfjanotkun sé óskynsamleg. En einhvern veginn þá er hún ekki það. Það er einhvern veginn, þegar maður tala við pírata um þetta, þá er það, nei, við þurfum skaðaminnkandi úrræði út af því að við þurfum bara einhvern veginn að takast á við það. Viltu fá stóru myndina mína á þessum hlutum? Já. Sem ég saknaði pínu í þessum kosningum. Það er, þú veist, þeir sem voru að tala fyrir því að við ættum að koma vel fram við okkar minnstu bræður og systur og við eigum að vera með, þú veist, ég er sammála því. En við eigum samt að gera allt til þess að empowera fólk, valdefla fólk til sjálfs ábyrgðar. Þannig að ég veit að þetta er ekki einfalt í framkvæmd, en spurningi mín er, sko, að því nú hef ég sjálfur farið í gegnum eitthvað sem hægt að vera að kalla gulnun til dæmis. Þú veist, ég var hérna, ég sá tvöfalt og þú veist, það var allt í fucking steik í líkamlega á mér. Ég var greindur með kvilla sem ég átti að taka lyfi til æviloka og ég var búin að gleyma því, sko, þegar ég skrifaði bókina mína vegferðina mína, þá var ég búin að gleyma því að ég hafði verið með hennar kvilla því ég var búin að ná mér það vel tilbaka með bara alls konar, hérna, þú veist, hvort sem það er að fara í kalda botta eða vera út í náttúrunni eða breyta mataræði og annars slíkt. Að þú hjálpar fólki ekki með því að segja, heyrðu, farðu bara upp í sófa og ríkið er að fara að redda þér, sko. Þú veist, ég átti svona... Er það ekki bara illt verra? Jú, ég átti svona epiphany moment að því nú er ég alin upp af vinstri sinnuðu fólki og er í grunninn, ég var með plaggut að sé hvað var upp á vegg og er í grunninn, þú veist, var þar, sko. En ég átti svona epiphany moment þegar ég er í flugvél eitthvað til á leiðinni frá Bandaríkjunum til Mexíkó eða var það frá Mexíkó til Bandaríkjana, ég maður það ekki. Þá hitti ég eitthvað svona erkitýpu republikana sem sat við hliðina á mér. Og við fórum að spjalla og fyrsta hugsun mér við verðum örgulega, ég er búin að breyta reynda alltaf mikið heimsmynd síðan þá. Þetta hefur verið 2014-15. En ég veist að bara við erum ekki að fara að sammála um neitt. En svo fórum við að ræða með þessa hluti og ég fórum að tala um Ísland og Bandaríkin og eitthvað svona.
og svo að tala um velferðarkerfið og þunglindi og eitthvað hjá ungu fólki og hann segir að ég held bara að besta leiðin sem getur hjálpað einhverjum sem í miklum vandræðum með andlega heilsurungur að hann þurfa að hjálpa sjálfur sér. Af því ef þú leyfir honum að liggja þá mun að verða verri. Þarna var ég með af eigin reynslu. Já, ég sammála þessu. Vegna þess að ég hef sjálfur farið í gegnum það ef að ríkið hefði látið mig hafa örorku á sínu tíma. Ég nokkuð sem ég væri öryrki í dag, sko. Ég nokkuð sem ég væri ekki að gera neitt, sko. Það sem kom mér á lappirnar var að ég þurfti aftur að gera eitthvað sjálfur. Þannig að stundum þetta að gera fólki svo mikinn óleik með því að segja það bara faðmur ríkisins, verður bara áfram að borða Doritos snakk og verður upp í sófa, sko, að skoða símaðinn. Sorry, ef að taugakerfið þitt í steik, þá þarf þetta að gera aðra hluti heldur en að borða Doritos snakk og hangi í símanum og ligga í sófanum allan daginn, sko. Það bara ekki lausnin, sko. Nei. Og ef þú skilir þér fólk inn í því, þannig að það sem er svo skrítið er að maður getur verið komin lengra inn í manngæsku en samt verið að færast lengra til það sem hægt er að kalla eitthvað öfga hægri. Út af því að manngæskan felst í því að valdefla fólk. Ef þú horfir á augun á einhverjum sem þú sýndir tough love fyrir einhverju síðan og hann er búin að ná að breyta lífi sínu og manneskjan segir á takk fyrir að hafa ekki leyft mér að vera í fórnarlambinu, það er gott, sko. Það er fallegt. Ég hef svolítið verið umhuga þessa svona menningarbreytingu sem að hefur verið undanfarin ár sem að snýra því að hægri hefur einhvern veginn mátt eiga efnahagsmálin. Vinstri bara skiptir sér ekki af því. Vinstri er bara eitthvað að pæla í einhverjum, hvort einhver kleip í rassinn á einhverjum fyrir 20 árum eða hvort að við séum ekki örugglega umburðarlynd gagnvart fornöfnum þínum og eitthvað svona algjört svona rugldæmi. En vinstri hefur mátt eiga menninguna og hægri hefur bara skipt sér efnahagsmálum. Og það hefur orðið miklu minni tvístringur, sjáðu bara fyrirtæki er að sækja sér einhvers konar hinsegin vottun og eitthvað þannig að þetta smitast af því, eða skarast þanniglega, en það er engin átök vinstri eins og hægri sinns. Þangað núna í Bandaríkjunum þegar að... Það er pínu, ég ætla samt að segja, við erum að tala um Ísland, svo er ég að grípa fram fyrir þér. Það eru pínu allir flokkar samt búin að fara út í þessa vitleysu, sko. Líka hægri flokkar, allir, sko. Já, ég meina, sjálfstæðisflokkurinn tapaði þessu, sko. Og það er aftur bara á endanum, talandi um manngæsku, ef einhver villaðan sé kallaður einhverju fornafni, bara auðvitað er ég að fara að gera það. En að eiga að koma valdboðað ofan, þá erum við að byrja vegferð sem við vitum ekki hvar endar. Eða jú, við vitum hún endar á mjög slæmum stað, sko. Það er bara mannkynsagan sýnir okkur það, sko. Og svo ég skeri mig úr snörunni, það var það náttúrulega sem ég er að tala um. Ef að fullorðin manneskja vill að ég kalla hann eitthvað ákveða, bara fæn. Ég skal gera það ef þú beðir með maður. Ef þú segir að ég þurfa að gera það, sérstaklega með mitt valdboð frá henni opinbera, þá er ég ekki að fara að gera það. Ég er aldrei að fara að gera það. Ef þú segir mér þetta. Það er að koma frá rosalega röngum stað, skilur. Það er að koma frá þeim stað að þú ert í kærleikanum, þú ert ekki að pína einhvern til að gera eitthvað, sko. Nei. Og en ástæðan fyrir ég að segja þetta líka er, sko, að hægri minn hafa alltaf sagt svona efnahagslega, þá er eitthvað, já, kendu manni að róa og þú, fæðar hana eilífu en öfugt náttúrulega geðu manni fisk og feed him for a day, þannig kóti. Þetta hefur verið svolítið efnahagslega. Það er að segja að þú þarft svolítið að íta fólki til sjálfsábyrgðar hvað varðar efnahagsmál. En svona menningarlega þá höfum við samt horfið alveg frá því að þú þurfir líka að taka bara svona ábyrgð þín eigin lífi, ábyrgð þín eigin umhverfi, ábyrgð sem foreldri, ábyrgð sem maki, ábyrgð sem bara einstaklingur í samfélaginu. Vinstri hefur allt mátt eiga þetta og það er bara undir þeim formerkjum að ef að þú segir, heyrðu, ég er bara eitthvað leiður í dag og ég er bara, heyrðu, ég þarf bara að knúsa þig og segja þig bara að þú ekki nóg með það að þú hafi verið skítt, heldur hefur það ennþá meira skítt, heldur en að þú ert raunverulega að segja mér. Ungt fólk að, til dæmis, eitt sem er í þessu, að opna sig kulnun. Er það hugtak sem við eigum að vera að nota yfir kulnun, að opna sig? Þú veist, ég þorði að bera fram mína kulnun á borð. Mér finnst bara pínu, þú veist, og þá er ég að tala um, sko, sjálfur komandi, þú veist, það var næstu heilt ár, þar sem ég fór til, sko, allra tegunda sérfræðilæknum og það var skrifað upp á alls konar lyf fyrir mig og, þú veist, mér finnst þetta hugtak vera pínu svona, þú veist, endastöð. Ég verðum verið, sko, því ég sýni því djúpan skilning ef að manneskja er í alvörunni komin í kulnun, sko, talandi aftur þú veist, ég hlusta stundum á eitthvað svona sem væri að kalla hægri fólk, tala um þetta hugtak og bara, þið vitið ekki hvað er að vera þarna, sko.
þetta er fucking viðbjóður þegar þú ert fullorðinn kallmaður og þú fer næst því að grenja því þú ert að reyma skóna þína því það er bara, þú ert bara búinn þú veist, og sérstaklega að þú ert töffari þú heldur áfram það lengi að þú keyrir, sko ég var að taka viðtöl ég sá viðmælandinu mína tvöfalt en ég hætti ekki ég held áfram skilur, það tók mig langan tíma en sjálfsniður ef við var orðið svo mikið að því mér fannst ég að vera öðruvís það tók mig langan tíma að átta mig á því hvað ég var mikill töffari ég held það lengi áfram að ég gæti buga mig gjörsamlega þannig að ég sýni því að því nú er ég að vinna ég er að hjálpa fólki og ég er að vinna stundum með fólki þegar að snýra heilsu og ég sé þegar fólk hefur verið á þessari endastöð og ég sýni því bara þú veist, ég veit bara að það er hræðilegur staður að vera á en hættan er þegar við förum að nota þetta hugtaki tíma og ótíma og þá er þetta orðið eitthvað svona reglífa rusla kistu hugtak yfir allt það er ekki kulnun og sért eitthvað pínu þreyttur sko. það er ekki kulnun að ég líða aðeins illa það er þegar taugakerfið þetta er orðið svo sko, þú veist, ég ætla ekki að lýsa einkennunum en þú veist, þegar þau eru farin að skýta blóði og þú veist, við erum að tala þetta er viðbjóður sko. það fyrir mér er alvöru kulnun og yfirleitt fólki sem lendir í alvöru kulnun er fólk sem leggur rosalega hart að sér og það keyrir sér svo mikið í kaf að það kann sér ekki en eins og þú nefndir áðan sko, svo er þetta alltaf orðið vinnustöðunum að kenna þetta er, þú veist, ég á enn tala eftir mína eigin reynslu og eftir að hafa unnið með mjög mikið af fólki eftir að hafa haldið fyrirlestra fyrir rosa mikið af Íslendingum ég á enn eftir að horfa í augun á einhverju sem er að samfæra að vinnustæðurinn var ástæðan fyrir þú fórst í kulnun eða vinnaðið á endanum ég þekki fólk sem að vinna mjög langa vinnudaga og leggur brjálæðislega hart að sér en ef þú tekur ábyrgð á þínu persónulega lífi tekur ábyrgð á því sem verður að kalla recoveryð endurheimt svefninu þínum, næringunni þinni, hreyfingunni góðum félagskap og allir þessu þá er hæpið sért að fara í kulnun ef þú ert að vinna við eitthvað sem þú hefur gaman að gera við höfum mikla orku sko og við getum alveg lagt hart að okkur lengi vandamálið er yfirleitt þess að segja þú veist eins og á mér, ég var ekki með neinn mörk sko þannig að þegar að vinnuálæðið var brjálað þá held ég áfram sko eftir ég kom heim það er á mína ábyrgð og endanum var einhverjum öðrum að kenna að ég komst í þetta ástand sko það er þetta sem við erum búin að vera föst í að þú veist á endanum við fer í svona radikal sjálfsábyrgð ég hef mjög gaman að Guðna Gunnars vinum mínum þó endanum er ég bara birtingarmynd á því sem ég hef verið að gera í lífi mínu hingað til og það getur verið svona sárt að þurfa að bera ábyrgð á því öllu eða þú ert á vondu stað en það er valdeflandi staður þegar þú segir ok, ef ég ber ábyrgð á þessu öllu þá get ég líka breytt þessu það er svo vondur staður að vera á þetta var einhverjum öðrum að kenna og bara, þú veist, ætlar að vera í því restina af æviðinni veistu hvað þá aftur endi mikil eftir sjá Já, ég nefnilega er ennþá þú veist, ég er að læra inn á því ég er búin að slá fram, ég var með þetta búið til breyta þátt núna áðan þar sem ég var að fara mjög hörðum orðum með þetta og þú myndir örugglega vera ósammála mörgu þannig. Hvað ertu gamall? 33. Ég ætla ekki að segja að þú sért að fara í kulnun, sko. Það er margir búin að vera að segja en ég bara segi, það fallega við að fara í gegnum svona ferli er að þetta gefur manni gríðarlega auðmýkt. Skilur, og það sem ef ég ætti að gagnrýna það sem er þetta að kalla kannski að hægra fólk sem að ég er mjög oft sammála. Ég er mjög oft sammála hugmyndafræðinni. En þegar þú ferði gegnum svona á eigin skinni þá færðu auðmýkt og þú fattar, ok, þú veist, þetta er ekki allt bara eitthvað væl. Sko. Þetta er ekki allt bara væl. Ég hef verið að vinna með fólki sem hefur verið að takast á við þar aðstæður að barnið er að vera mjög veikt. Og þá bara brotnar bara allt, skilur í kringu þau og þau get ekki mætt í vinnu. Ég hef fullan skilning á því. Ég veit líka að þetta hefur áhrif á efnaskipti fólks í líkamann. Þú veist, það eru áþreifanlegar breytur þannig sem að hefur virkilega áhrif á tilvist fólks. En með ungt fólk til dæmis sem að ber ekki ábyrgð á neinu í dag. Þetta er alveg galin umgjörð sem við höfum skapað þeim. Einhver manneskja í BS-námi og í 30% vinnu fyrir burnout. Ég held að hún þurfi upp á skrifaðan takkasíma, sko. Ég er að hluta til sammála því, sko. Ég held að sé ekkert með það að gera að þú sért eitthvað í einhverju biluð álagi í vinnu eða skóla. Eitt þar sem er að gerast í samfélaginu, þú veist, við erum í ákveðinni dáleiðslu, sko. Og þess vegna er ég mjög glaður, ég er mjög spenntur að sjá hvað gerist. Ég er bara að mátti það bara gerast að Robert F. Kennedy sé að fara að vera heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna. Þú veist, rugludallur er Robert F. Kennedy eins og Rúf kallar hann. Ég sé bara, ok, ef að því ég tel mig sjá svolítið hvaðan sá maður er að koma. Það er brave motherfucker, sko.
Þú veist, hann er búin að vera að ráðast á lyfjareisana, hann er búin að vera að ráðast á matvæliðina og þess að þú ert að tala þú veist, þessi símar, við förum inn í matvörubúðina, 90% af því sem er í búðinni er ekki matur. Þú veist, það er búið að vera bara eitra fyrir okkur, sko. En aftur, ég ber ábyrgð á því leið og ég fatta að éta þó þessi 10% í búðinni sem eru matur, sko. Ég er hannaður fyrir að borða mat og matur er eitthvað sem að var kannski matur fyrir 200 árum, skilurðu. Ef þetta er eitthvað sem er í pakka og innihalslýsingin er 30 ára og þetta geymist til 2027, þá verður þetta líklega ekki matur. Og ef ég borða rosalega mikið af því í rosalega langa tíma, þá verði ég veikur. Þú lærið? Já, Þetta er svona eldræða. Nei, Ég er að gefa þér eitthvað content hérna. Það er svona áttur ekki að segja þetta. Ég lendi mjög oft í þessu, ég veit ekki hvort að þú gera líka út af því að náttúrulega, þú veist, ég er með 2 engul og ég hef stundu verið með 3. Það er búið til klippu það sem bara ég var í mynd. Nei, já, væntanlega. En skilur stundu fer ég að hlæja á svona, kannski ekki svona stöðu sem maður á að geta verið að hlæja á. Nei. Og þá bara vonir sér til að viðmælandi hvað er svona fyndið. Nei, því ég er alveg sammálaðir, sko, en sko... Nei, svo ég taki það er ekki 90% eitthvað eitur. Það er... Ekki eitur, en 90% af því sem er í búðunum er ekki matur. Já, matur. Það er ekki eitur. Líkaminn okkar er fáránlega góður í að eiga við aukaefni, sko. Og rusl. Ertu að lesa e-efnin? Nei, ég fór rosalega langt onni í þá ormahólu og ef þú fer mjög langt onni í hana... Þá setur ekki upp í þig. Já, þú veist, það ber svolítið þannig að þú veist, það er mjög erfitt að vera... Ég þekki fólk, ég ætla að leyfa mér að fullera því ég þekki fólk sem er í efsta 0,1% af því fólki í þessu samfélagi sem er að lifa hollasta lífinu og meiri segja það fólk er langt frá því að vera fullkomið, sko. Því það bara við erum búin að vera að borða á ákveðin hátt síðan að við vorum lítil, skilyrðingarnar eru svo sterkar, við erum öll partur af samfélagi. En maður hugsa bara pínu, þess vegna eru læknar sem ég hef fengið til mín í podcasti mitt sem hafa verið að tala um þetta sem samfélagssjúkdóma. Að þú veist, ég meina og aftur, sjálfsábyrðin mín er að ég verða að velja rétt, en auðvitað væri þetta auðveldara ef ég væri að fara í matarboð og allt sem að væri á borðinu væri bara heilnæmt og hollt. Ég færi í búð og það væri erfitt fyrir mig að finna óhollamatinn. Við sem samfélag erum einhvern veginn búin að koma okkur á þann stað að þetta er allt í steik, sko. Bandaríkjamenn þetta er óheilbrigðasta þjóð í heimi, sko. Og þess vegna kannski hugsa maður, þú veist, það er yfirleitt það sem að myrkri verður mest sem að ljósi getur skinni skærast og þá hugsa maður, Bandaríkin eru bara á leiðinni til glötunar þegar kemur að heilsufari þjóðarinnar. Og þess vegna verður áhugavert að sjá, sko, þú veist, er þessi gæi í alvörunni að fara að taka fyrstu skrefin í að uppræta þessa vitleysu? Make America healthy again. Já, þú veist, ég verð að játa það. Ég er rosalega spenntur fyrir því sem er að gerast í Bandaríkjunum. Þú veist, nú getur vel verið að ég þarf að éta dóni mig, en... Ég er reyndar, og ég er með spurningu í sambandi við þetta, og við erum að tala um þetta vibe sitt, og vorum að tala í byrjun þig, og núna erum við að tala þessu svona hugafarsbreytingu sem að vissulega er að, sko, mér finnst eins og við þurfum að íta á eftir henni. Ég til eins og bara með kulnun og með svona að einhvern veginn fórnarlömbir og sjálfkrafa hetjur og þar fram til göttunum. Ég held að við þurfum að íta svolítið á eftir þessari bylgju sem ég held að muni koma líka hinga. Þú þarfst að tala um hluti sem að við megum ekki segja að við séum hlynt núna í dag. Já. Ég held að eitt af því sé Íslendingar sem eru spennti fyrir því og vildu að Trump myndi vinna. Ég get bara sagt það. Má maður ekki segja það? Nei. Ég held að maður mætti alveg segja það, sko. Ég held ekki. Og þá var það aftur, ef ég get komið með aftur, bara þessi óbóðslega að horfa á heiminn með svona grunnum augum. Ég er ekkert sérstaklega hrifinn að karakter einkennum Donald Trump, sko. Það vilti ég komið með smá analýs á þessu. Ástæðan fyrir því ég held að sé geggjað að hann hafi orðið forseti er svo ég held að þurfin mann með nákvæmlega hans karaktereinkenni til þess að það eigi sér stað þessar breytingar. Hér kemur skýringin. Hann verður forseti 2016. Þá var að pínu, þú veist, þá náði hann að tappa inn í það að fólk var bara þreytt á hefðbundum stjórnmálamönnum. En það held allir að heimurinn færi til helvítis og eitthvað. Ég meina, flest allt sem gerist á þessum 4 árum var nú bara, ef eitthvað er kannski aðeins skárri en það sem hafði verið í gangi og undan í Bandaríkjunum, það verið færri stríð og efnahagurinn var á leiðin á fínan stað og það COVID á sér stað og annað. Svo koma kosningarnar 2020, það sem að Biden vinnur. Svo er bara farið í þessar lögsóknir og það er endalaust verið að berja á manninum. Þannig að þegar hann kemst aftur til valda núna, hann er svo hefnigjarn og hann er svo narsissískur persónuleiki, sko. Og það er svo því ég horfa á Donald Trump, ég sé alveg persónu gallana í manninum, en hann er það hefnigjarn.
hann bara, fokkið ykkur, nú ég að fara að ráðast á kerfið og það löngu tímabært að ykkur ráðist á þetta kerfi og þú þarft að vera helvíti sterkur gaur til að taka allan skítinn sem fylgir því að þú ráðist á kerfið. Það svona held ég, fólki sem á baku Donald Trump sem hann að fara að velja, það fólki sem mér líst vel á. En það þurfti nákvæmlega hann í hefnigirnis hamnum til þess að þetta fólk kæmist í stöðunar sem það að fara að komast í, skilur. Ég meina ég sá okkur að fréttir þar margir uggandi yfir því að Elon Musk sé að fara að vaða í bandaríska ríkisjóðun, bara komið með Elon Musk í íslenska ríkisjóðun, takk fyrir. Þetta bara einhver skilvirkasti maður í jarðarinnar. Ég sé fyrir mér að skattpenningarnir okkar yrðu talsvert betur nýttir ef að hann kæmi hérna og myndi sjá, þessi stofnun, það eru 100 starfsmenn, getum við ekki tekið á bara niður í 8. Þessi hérna stýrihópur, hendum honum bara í rusli með hann. Þannig að, þú veist, ég getur vel verið að ég þurfa að geta þetta allt onni mig, en, þú veist, mér bara einhvern veginn við erum komin svo langt í því að það þú veist, leiktjöldin að byrja að opnast í því hvað fólki sem búið að vera að stýra, bara mannlegt eðli virkar þannig að þú ert ekkert að geta höndina sem að fæða þig rosa mikið og þegar þú ert inni í þessu kerfi og það verið að borga laun í kerfinu og sporslur í kerfinu og kerfið að fara að redda þér einhverju góðu giggi þegar þú ert hættur og bla bla bla, þú þarft að hafa gengið gegnum einhver rosalega áföll til þess að segja nei, ég ætla bara að taka sensun og ráðast á þetta kerfi og við tökum bara eins og Ísland, skilur við, ég meina aftur, ég ekki að ráðast á fólki sem vinnur á RÚV en bara, Jesús minn hvað þetta þreytt, sko. Þú veist, rugglut allur en Robert F. Kennedy, ég lærði blaðamennsku, sko, ég hef unnið sem fréttamaður í mörg ár. Hvers konar frétt þetta á ríkisfjölmiðli? Hvaða steypa þetta? Skilur þú að margir eru uggandi yfir einhverju, hvaða margir þetta sem eru uggandi yfir, þetta bara þín skoðun. Mér kemur bara ekki raskat við hver þín skoðun nefnum þú sért einhver umræðu gæi hérna með einhvern skoðana þátt, en ekki að þú fréttamaður, sko. Reyndu, ég tel að ég hef verið reynd með þetta allra besta til þess að vera hlutlus. Þetta mistókst mér það örugglega eins og flest öllum öðrum í þessu starfi, en ég allavega var með það gildi allan tíman í gangi, sko. Þú ert ekki aktivist eða þú ert fréttamaður, sko. Og ég meina bara RÚV voru, þú veist, og ástæðan fyrir ég kannski pínu harður núna að ég hef persónulega reynsla af því að RÚV fjallum mig þegar ég ennþá eftir að segja frá því hvernig málum þetta endaði, sko. Þeir voru fyrstir á vagnin, þeir sögðu frétt að ég hef verið kærður áður en ég var kærður og það stendur í siðareglunum þeirra fara skal sérstaklega gætilega með kærumál. Þetta ríkismiðill og ég að borga fyrir hann, sko. Þannig að fyrirgeðu að ég sé pínu æstur hérna, sko. Nei, skilur hann, það bara svona, þú veist, og það aftur þetta, þú veist, að hafa fengið að vera hinum með við borðið í svona stórri fréttaumfjöllun, það fekk mig til að skilja hennar leik alveg upp á nýtt, sko. Ef að RÚV myndi bjóða þér pláss með umræðu þetta RÚV fyrir 3 kúlur á mánuði, myndir þú segja já? Þetta mjög góð spurning. Þetta eitthvað sem ég þarf bara að því ég myndi aldrei gera það nema ég geti verið heiðalugur. Það þýðir það að ég yrði vantilega rekin mjög fljótt. Og það því að ég veit... Þetta aftur ekki. Þetta ekki eitthvað eitt stórt samsæri. Þetta ekki eitthvað eitt stórt samsæri, en þetta bara pínu þannig að það sjálfsritskoðun í gangi og þú veist, ef þú ert á þeirri vegferð að verða frjáls manneskja og þú ætlar í alvörun að vera heiðalega eða heiðalegur, þá mun það þýða að þú munt þurfa að láta út úr þér hluti sem á einhverjum tímapunkti munu þykja bara það galnir að þeir ekki upp á pallborðið, en svo mun fólk kannski fatta eftir 3 ár, eða 5 ár, eða 7 ár að þú hafði rétt fyrir þér, sko. Þú veist, ég meina þetta byrjaði hjá mér pínu í fyrra Íraksstríðinu. Nei, seinna Íraksstríðinu, þegar hérna eftir 9/11, sko. Þá byrjar svona áhlatturinn að koma á mig eitthvað pínu. Þú veist, þá var ég, sko... Það snemmt. Það frekar snemma. Já, út af því, þú veist, það var strax eitthvað sem kviknaði þegar að Davíð Oddsson og Halldór Ásgrímsson vilja setja Ísland á lista hérna viljugu þjóð og það var að selja okkur eitthvað sinnepsgas og Saddam Hussein, það var alltaf eins og bara, Saddam Hussein tók engan þátt í þessar árás. Hvað er að ráðast inn í Írak? Hvað? Það var aldrei neitt sem náða rökstuða fyrir mér akkur að ráðast inn í Írak. Nei, hann reyndar vissulega notaði sinnepsgas á Kúveit, en já, þú veist bara akkur 9/11 og allt í henni innrás inn í Írak, það var bara alltaf vantað alltaf samhengið, sko. Og svo stóra mómentið mitt þegar ég komin inn í fréttirnar á Stöð 2 og hérna
í erlendum fréttum og þá manni kennt, sko, þú veist, þannig væntanlega öllum fréttamönnum sem eru sko foreign correspondent eða fjallum erlendar fréttir í öllum löndum í heiminum og þú pikkar þetta upp frá hinum stóru fjölmiðlunum eða stóru fjölmiðlunum út í heimi á Íslandi þar að segja, CNN, BBC og það er búið að velja hverjir það eru sem þú átt að kíkja á. Er ekki oftast AFP og Reuters? Nei, ég ætla að segja mitt þessi klári, sko, svo ef þetta er ekki þar, ef þetta er ekki komið á þá ertu með AP og Reuters. Þar er frétta veitunar sem stóru miðlarnir eru að peka frá líka og þannig að AP og Reuters eiga þá að vera að það er sannleikurinn sem er að fara á alla erlenda fjölmiðla í heimi og svo er ég þarna í morgunfréttum dag eftir dag að skrifa allar þessar bílsprengju árásir í Írak, það eru 3 látnir og 7 látnir og það bílsprengju árás í Irkut og Bagdad og hvað þessar borgir hétt allar og svo er ég þarna einn morguninn og þá eru þú veist 7 látnir í 7 fréttunum og svo í 8 fréttunum tala látinu komin upp í 11 og þá allt í hennu, ok, ég er að horfa á skjáin frá CNN og ég sé að þeir eru með sömu tölu og eru á AP og þeir eru að fá fréttina frá AP það er enginn frá AP hjá bílsprenginu, sko. Þeim einu sem er lyftað þessari bílsprengi núna er bandaríski herinn, sko. Þannig að allir fjölmiðlar í heimi, það var enginn sem gat farið að bílsprenginu og verifæð. Þá er ég ekki að segja, kannski er þessi tala alveg hárrétt. En enginn af öllum þessum erlendu fréttamönnum var á staðnum þess að verifæða. Upplýsingarnar komu frá bandaríska hernum. Þannig að byrja að kvikna einhverja perur hjá mér. Og þetta er kannski það, ef þetta er það að vera álhættur, en ég tel mig vera mjög vel jarðtengdana því svo fer fólk bara allt of langt í einhverja samsæriskenningar. En svona virkar þetta. Skilur, þetta er ekki þannig að Jón Ásgeir eða forsetisráðherra segja mætinn og fréttagólfið á RÚV eða Jón Ásgeir inn á fréttagólfið á Stöð 2, en þetta er bara, það er sjálfsritskoðun í gangi og svo er maður bara mannlegur eins og þú segir, já, byrju, hvað þeir eru boðið svona mikil uppað fyrir að vera að gera eitthvað þátt, þú veist, þá þarf það að vera komin á mjög sérstakar stað til að segja nei, bara, þú veist, afkoma óttinn minn bara til hliðar, ég verði að vera trúr sjálfur mér, sko. Aftur, talandum nasismann, sko, þú veist, mann langar á endanum að komast á þann stað að vera þetta 1% af hugrækasta fólkinu. Það er ekkit, þú fæðist ekkit þannig, það er ekkit, yfirleitt þarf fólk bara að gangi í gegnum eitthvað rosa mikið til þess að komast þangað, sko. Já, ég veit. Þú veist að því okkur langar líka bara okkur mjög djúpu level að tilheyra, skilur, og auðvitað hérna þú ert á Íslandi og ert að vinna við að miðla upplýsingum og það er einhver miðill sem er með einhverja yfirbyrðastöð og þeir eru bóðið eitthvað spott þar, auðvitað það voru næs, skilur. Já, ég veit ekki, ég veit ekkert hvort að ég hefði verið eitthvað öðruvísi, örugglega ekki, en ég er sem ekki með svona rosalega, sko, mér finnst eins og með, sko, samfélagsmiðla, út af því að þú talar þessu tilfinningu til að tilheyra með samfélagsmiðla þá einhvern veginn erum við með rosalega svona mikið aðdráttarafl í að vera samþykkt á rosalega víðu sviði. Þetta er ekki bara, þú veist, maki, börn, nánustu vinir og fjölskylda, heldur viljum við einhvern veginn vera samþykkt sko að rosalega stóru mengi fólks. Fylgjendur okkar á Instagram og Facebook vinir og eitthvað svona. Og við pælum rosalega mikið í því bara svona, wow, okkur er þessi færsla að fá svona fá like. Og við erum í rauninu búin að, og ég held að þetta sé takmarka auðlind, svona viljinn til að tilheyra. Og ég held að það sé rosalega vond þróun þegar okkur í rauninu farið að þykja og væna álit fólk sem að, sko, við myndum valla segja hæfi út á götu og erum þá að eyða minni orku í það að reyna að sannfæra makan okkar eða aðra okkar ágæti. Alveg sammálega, við erum bara mannleg og heilin í okkar er ekkert hannað fyrir þetta dót, sko. Við erum í samfélagslegri tilraun, skilur við. Þannig að vitsmunalega er rosalega auðvelt að vita þetta. Vitsmunalega held ég að séu flestir sammála því sem þú ert að segja núna. En svo ertu bara komin í símaðinn og það gerist eitthvað, þú sérð einhvern og það er eitthvað sem að, þú veist, þú lítur upp til og þið langar að vera eins og hann og samanburður og heilin virkar rosa hratt, sko. Og það er allt í einu farin að staða einhver boðefni í líkamanum og bla 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 og allt í einu ertu farin að rífast við magaðinn, skilur við. En vitsmunalega, þú veist, vitsmunalega, ef ég myndi vitsmunalega vita, það er best fyrir mig að vera ekki með snjallsíma. Þýðir það að ég væri bara búin að henda honum í ruslið eftir halva mínútu og hættu með hann? Nei. Ef að gera samkomulag, hætta báðir á þessu? Ég hef hætt í hálft ár. Ég var með takkasíma bara Nokia 3310 í hálft ár. Ég rati ekki neitt og ég er ekki með neinn notification og ég reyna að hafa appin ekki inn í símanum, það hjálpa mjög mikið. Ég tók 3 daga síma föstuðum daginn og ég fattaði strax fyrsta morgunum, sko, ég ætlaði að fara að borga í stöðumæli. Hvað er appið? Þetta er bara flókið, sko. Já, en sko núna
þegar að þú, eins og við erum að tala búin að breytast hugmyndafræðilega, ekki bara heldur líka hugafarið þegar að vera drullið á internetinu er þér alveg sama í dag og það var örugglega ekki sama þegar þú varst að ganga gegnum allt þetta voru líka svakalegir hlutir ég meina já og nei, þú veist, ég ætla bara að vera nógu heiðarlegur til þess að segja, ég er ekkit teflon húðaður en það, mér finnst ekkit gaman að sjá einhvern, það er náttúrulega eftir í hverða ég skilur, það munur á því að þú færð einhverja, þú veist, 1000 manna að drulli við þig eða einhver einn drugludallur, þá er mér alveg sama sko. Og ég meina, mér er í grunninn tiltölulega mikið sama miðað við flesta held ég sko, en það er aftur þetta að vera heiðarlegur, þess að auðvelt að segja, ég þekki svo rosalega mikið af fólki sem að segir, já, mér er alveg sama, en ég þekki rosalega fáa sem er í alvörunni sama. Og ég sá það í gegnum það sem ég gekk í gegnum. Ég sá eina eða 2 manneskjur sem var alvöru sama. Það var fólk sem bara byrjaði að fyrra bragði að pósta einhverju dóti úr þáttum frá mér og rósa mér, þó ég hef ekki beðið það á meðan að allt var í hámarki. Sko. Það sagði bara, sí, hvaða nagl er þú maður? Þér er í alvörunni alveg sama. Sko. Ég ég skrifaði pistil sem hét hvað gerði Sölvi Tryggva og ég fékk rosaleg viðbröð bara fólk alveg brjálað út í mig og alveg ómöguleg hvernig ég er Fékkstu mikla drullið við það? Já, en ég spurði alltaf bara það var mjög auðvelt að takast á við og það allir sem spurði voru brjálaður út í mig og þú veist þetta fólk sem ég var að vinna með og fleira og ég spurði bara, en veist þú hvað hann gerði? og það var alltaf bara, nei, þú veist þú hlýtur að gera ekki eftir því að við viljum standa með konum skilur, þetta snýst ekkert það snýst hvað gerði Sölvi Tryggva ég spyr bara fólk skilur, þú veist, fólki sem hefur verið að hafa hæst í alls konar dóti er þetta fólk að koma frá rosalega góðum stað þú veist, ert að koma frá rosalega góðum stað og ert algjörlega fróðufellandi að hleypa einhverju dóti sem er inn í þér út, það sést á andlitsdráttunum á þér, það sést hvernig þú talar að þú veist það er að tala eitruð kallmennska skilur svona, bara andlitið á þér er eiginlega ef ég myndi alveg vilja nota þetta orð þá myndi hún birtast svona sko. Svona þú veist, þá myndi ég kalla það eitrað ekki kallmennska heldur eitrað masculinity skilur bara eitthvað svona eitruð karlorka hún er einmitt aggressjónin skilur þú veist, óbeisluð aggressjón sem að beinist gegn annari mannesku sem að jafnvel er saklaus sko. Þannig ég, með aftur í þessari kynjaumræðu, þú veist, þá finnst mér skort, þú veist, bara, það kannski skrítið fyrir mig eitthvað að vera að segja þetta eftir allt það sem, ég þurfti alveg að fara djúpt inn á við og skoða bara alls konar hluti sem að ég mátti laga í eigin fari og ég er búin að gefa út heila bók þar sem að ég, þú veist, ég var aldrei að segja að ég væri fullkominn, sko. En ef við skoðum bara við sem samfélag, þú veist, að þá kannski á einhvern hátt þá ef við segjum þetta sé svona þessi karl orka og kvenn orka, þú veist, þá er það ekki karl maður og kvenn maður af því að það eru til konur sem eru háar í karlorku og það eru til kallar sem eru háar í kvennorku. Ég held að allar konurnar 3 núna Þorgerður, Inga Sæland og Kristrún að það er karlorka í þeim öllum sko. Þetta eru killerar, þetta eru naglar en þú veist að þá er það á einhverjum punkti þá er það kannski þannig að þú veist karlorka ná að vera svolítið svona festan sko, árfarvegurinn og á einhverjum punkti fer konunum kannski að líða eins og þær get ekki lengur dreist okkur og þá þurfi þær að fara að taka málin í sínar eigin hendur og svo þegar þær fara að taka málin í sínar eigin hendur og þær bara, við ætlum bara þú veist, að sigra í þessum kalla heimi og þá erum við síðan komið með eitthvað, þú veist, svo er einhverju trámaði strákar sem eru með slæma hegðun heldur að þeir þurfi á því að halda að það sé kona með karlorku að ráðast á þá eða heldur þeir þyrftu kannski frekar á því að halda að fá móðurlega kvennorku sem að geta hjálpað þeim að vinna í trámanu sínu til þess að þeir myndu byrja að hegða sig betur. Ég veit ekki, ég fer ekki svo djúpt, þú ert svo mikið þriðja auga. Ég er þriðja, ég á erfið með að horfa á hlutana nema bara frá þriðja auguna. Það er kannski öll þessi eitulif, sko. Bara öll þessi eitulif. Meðvirknin gagnvart því að við samþyktum það að vera eðlilegt að taka einhvern samfélagsóp, þá tala fyrir einhverjum árum í réttrúnaðinum, alltaf meðum ekki yfirfara allt og svona generalæsa einhverja stóra hópa og svo bara en hvítt fólk það er vont og svo erum við með eitraða kallmenn sem eru eitraða, sko, hugsaði bara að taka eitthvað í fari einhvers samfélagshóps og segja bara já það er eitrað þetta er náttúrulega bara einhver stjórnlustrugl en við vorum einhvern veginn sko, svo meðvirkagart þessu að það voru meira þess að sko karlmenn, hvíti kallmenn sem að skrifuðu pistla á Íslandi já. Bara,
ég sem hvítur kallmaður maður var bara, hvað, ertu búin að missa vitið? Hvers konar meðvirkni þetta? En þetta var bara orðið eðlilegt, þetta var bara einhvers konar, sko, nánast dyggð að byrja að hefja málið þitt. Að segja, já, ég nú bara hvítur, ófatlaður, hvítur kallmaður, bla bla bla. Nei, það var listi á Reykjavíkurborg. Þetta ennþá. Var það ekki forréttinda blindilist? Forréttinda píramídin. Það sem að þú varst sko raðaðist upp eftir í, svo náttúrulega varstu með bara, þú veist, okkur erum við þá ekki bara með mannesku sem að tikkar í engin box bara sem forseta. Þurfum ekki svona að velja það lengur, hún hlýtur bara að vera með bestu hugmyndunar út af því hún á versta staðnum. Þetta svo mikið stjórnlaust rugl. En þetta ennþá kennt, þú veist, það er skyldunámskeið. Stjórnmálafræði. Að fara ekki kynjafræði. Það sem var einmitt manneski, ég var að tala um mannesku sem í stjórnmálafræði núna. Hún var að segja mig, það var bara í tíma skyldu námskeiði þar sem að þú áttir að svona raða fólki upp eða skera einhvern hring utanum það fólk sem að þú áttir að vorkenna mest. Þá áttir að koma með einhvern svona vorkunar stigveldi sem þú átt að byggja það hvernig þú aðhæfst í heiminum á. Hugsaður að vera bara í vinnu og vera að starfa einhvers staðar, að reyna að búa til einhvað verðmæti fyrir þitt samfélag að veita þjónustu á einhverju og þú bara allan daginn eitthvað að reyna að reikna út hvernig þú átt að koma fram við mannesku undir þeim formerkin hvort að hún sé yfirþyngd, hvort hún sé svört, hvort hún sé hvít, hvort hún sé kona, hvort hún sé kall, hvort hún sé kvár og maður bara eitthvað, við tókum bara nú nokkur ár í að segja að þetta væri bara eðlilegt viðmót. Þetta galið. Já, ég meina, þetta er góð ræðið hefur. Nei, ég, þú veist, aftur, talandi um eitthvað svona þriðja auga, ég eiginlega nenni ekki einu svona að tala um þetta, sko. Því mér finnst þetta það mikið þvæla, sko. Þú veist, þegar þú tala um eitthvað svona forréttinda píramídu, mér finnst bara svona einhvern veginn, þú veist, mér líður eins og ef ég myndi alltaf fara að rökra þetta við einhvern sem væri mjög ósammála mér, þá erum við bara, þú veist, þú ert að tala frönsku og ég er að tala ensku, við komum frá svo ólíkum stað að við skiljum ekki einu svona við erum ekki einu svona með sama útgangspunktin í því hvað við erum að ræða um. Ég var að ræða við vin minn frá Indlandi og annan frá Írlandi og varum að ræða þetta og þar voru þeir sko með náttúrulega miklu meiri fátækt á Indlandi heldur en á Írlandi. En þeir voru samt sammála og voru svona að ræða það að það eru svo mikið forréttind að geta verið að velta sér upp úr þessu. Þú veist, á Indlandi þá hafa þeir ekkert tíma, þú veist, þar bara þetta upp á líf og dauða alla daga, þú veist að vinna. Já, ég meina, þú veist, það er tvennt ólíkt aftur, hvort að, þú veist, nú er ég búin að ferðast mjög víða og maður kemur á staði og þú veist, maður sér stundum hlutir sem eru bara, þú veist, þetta gjörsamlega stingur í hjartað, sko. En, þú veist, hjálpa ég því sem gerðist í Bandaríkjunum fyrir 150 árum með því að vera að labba bæinn með einhverja skömm eða hjálpa ég sjálfum mér og öðrum með því að reyna bara að koma vel fram við annað fólk og vera góð manneskja. Og ég held að þú veist með því að vera að festa sig í því að tala um hvað er að og festa sig í þú veist hlutum en það er bara svona þú veist fríkvensi mælikvarði á þú veist hvað skömm er lág tíðinni sko. Þú ert ekkert mikið að gera gagn fyrir sjálfa eða aðra eða þú ert fastur í skömm. Það er eiginlega bara vísasta leiðin til þess að ná ekki að gera neitt gagn í lífinu. Nákvæmlega. Þannig að það að festa fólk í skömm er eiginlega bara mjög mikið ofbeldi sko. Þú veist, það er eiginlega bara, þú veist, það er alltaf fólk úti sem getur, kannski sérstaklega kannski við erum að tala um ungt fólk og kannski unga stráka sem getur verið að gera mikið gagn og gæti oft eftir að vera afl til góðs. Sko, ef þú festir þá í skömm, þá eru þeir kannski bara að fara að gera samfélaginu rosalega mikið óleik eða bara ekki að fara að gera neitt við líf sitt sko. Þannig ég þú veist, talandi um þetta sem við talum byrjum bara, getum við öllir sammála með þetta að snúast að valdefla fólk og valdeflingin getur ekki falist í að við eigum að vera að velta okkur allan daginn upp úr í hvað við erum vond. Ég er hróplega ósammálaður sko. Ég nefnilega ætla að fara með herferð sem heitir Skilum skömminni sem að byggir á því að foreldrar eiga að skamma sín fyrir ákveðið athæfi varðar börn og hætta að vera símann fyrir fram börn. Við þurfum að hafa ákveðna skömm yfir því hvernig þú ert ekki að standa við þína skuldbindingar, standa þig á þeim stöðum sem þú ert í lífinu. Já, ég held að við þurfum að skila skömminni. Ég er ekki vissum við séum ósammála. Okay. Ég er ekki vissum við séum ósammála. Þú ert sammála því að við þurfum að skila skömminni? Ég er sammála því að sko, foreldri
sem að væri kannski alltaf í símanum fyrir fram á barnið sitt sem heldur að barnið alltaf í símanum líka það þarf eitthvað í kringum sig sem fyrir að benda þeim á að þetta sé rangt athæfi og þau að gera eitthvað í þessu en ef að foreldrið er fast í skömm þá er það bara líklega til þess að vera meiri í símanum skilur hvað er að fara? Já. Það að þú sért í skömm ítur undir fíknihegðun það að þú sért í skömm lætur þau ekki gera góða hluti Þú ert að segja að það er skammarlegt neða bara að segja hvað ætlum að gera í þessu skilur þú ert ekki að nákvæmlega og það er einmitt munurinn á kannski stundum bara með að horfa sjálfa sig sko. Það er einhvern veginn, ef ég er að draga mig niður fyrir eitthvað, ég er nú alveg glataður að vera í þessu, þá er ég bara mjög líklega til þess að halda því áfram. Á meðan ef ég segi, nei, nú bara gerum við A, B og C og breytum einhverju, svo finn ég smá breytingu hjá mér sem ég ákvæð, þá byrja mér að líða aðeins betur, þá er ég líklega til þess að geta breyta einhverju aðeins meiri og svo kolli. Það var ekki það að ég væri að hangi skömm sem lét mig verða betri. En ég er alveg sammálaði að foreldrar eiga að taka ábyrgð. Þetta er nefnilega sko sjálfsbreyning líka út af því að ég er sjálfur fórnarlamb þessa. Ég er sjálfur of mikið í símanum. Ég tek sjálfur upp síman fyrir framan börnin mín. Og þú veist, þetta er ekki bara, ég er að impra á þessu til þess að muna þetta sjálfur líka. Sko. Algjörlega. Út af því að það þarf að verða einhver skonar algjör viðhorfsbreyting gagnvart því hversu eitraður síminn er. Þarna held ég nefnilega að við séum alveg sammála sko. Við erum alltaf að reyna að finna eitthvað til að vera ósammála. Það er bara eitt því það er sko, þú veist, ég held að sé loksins þegar það var eitthvað í daginn, þá var einhver sérfræðingur, þú veist, þegar einhver læknir segir þetta, alltaf einn svona, já, þetta er alveg hárrétt maður, við höfum að vera minni í símanum, bara svona, þú veist, þetta er rosalegt tæki sko. Þetta er það. Svo þá er það aftur bara, ég prófaði að vera í 6 mánuði bara með takkarsím og það var ekkert endilega rosa gaman, skilur, og ég er ekkert endilega að mæla með því að því það er ógeðslega gaman að nota Spotify og það geggið að geta að nota Google Maps og þetta er stórkostlegt tæki en heilin í okkur er ekki hannaði fyrir það sko. Hvað þá börn, nákvæmlega. Það er alveg gali bara, mér finnst það til dæmis, fólk ætti að skamma sín fyrir það að láta úlling undir 16 ára hafa síma og ég geti vel verið, út af því ég á börn núna að ég muni koma til með að breyta þeirri skoðun og ég muni bara fylgja en ég allavega í dag tel ég að fólk ætti að skamma sín fyrir það að láta úllinga hafa síma. Þetta er algjörst eitur sko. Ég ætla að nú er ég búin að vera talsvert á síðustu 2 árum á Zanzibar sem tilheyrir Tansaníu sko. Og ég fekk svo mikið flashback þegar ég fór að vera þarna fyrstir í varðna því þá voru alltaf allir krakkarnir út að leika sko. Ég fór að muna bara þegar ég er nógu gamall til þess að sko kom alltaf allir krakkarnir í götunni út og voru í stórfiskaleik og einhver leikjum út á götunum og svona, hvert fór þetta? Og ég var alltaf bara þegar ég var að labba þarna að fá svona flashback úr æskunni minni og þú veist, hún er ekki að fara að glorifæja allt sem fullkomið þar, en þá er það einmitt þetta, það er einhvern veginn bara þetta er meira svona træp stemning ennþá að þú veist, þú sérði ekki mikið að fólki hangi í símanum sko. Og þetta er á einhvern náttúrulega rosalega sorglegt hvernig við erum, þú veist, innan hvort annað en samt erum við einangra okkur í einhverju tæki og það tekur tíma þegar þú ert búin að vera x lengi í símanum að ná dópamíninu upp aftur, þannig að jafnvel þú sért bara korter eitthvað að skrolla, þá ertu samt lélegri í samskiptum kannski hálftíma á eftir. Skilur það, þannig að þetta allavega, þú veist, nú er ég að tala bara sem svona ADHD-strákur, ég finn alveg mikið fyrir áhrifunum sem þetta hefur á mig og til dæmis í gær, þá átti ég rosa góðan dag og var að fara með þetta og ég var bara ekkert í símanum mínum í gær, ég fann það þegar ég fór að sofa í gær heilin minn miklu hreinni sko. Já, ég held að líka hluta af þessu er bara, þú veist, að við þurfum líka að spyrja okkur út frá praktískt eðli, ég meina ég held að þeir sem eru mikið í símanum séu heimskari heldur en þeir gætu ellegar orðið og ég held að líka börn verði heimskari heldur en þeir gætu ellegar orðið og þegar við erum með þá breytu sem ég tel sé nokkuð mikill fasti, ég mæli með bók Jonathan Haidt þessi mál, Anxious Generation það sem að fjalla nákvæmlega þetta og hann hefur fjallað meðal annars svona taugakerfis afleiðingar af mikilli símanótkun, fólk verður heimskara á þessu krakkar örugglega töluvert heimskari út af því að þeir eru ekki með nægilega þroskaðan heila þannig að ég held að við ættum líka, þetta er svona hluti af því að skila skömminni sko, að við hefum að ræða þessa hluti, við hefum að ræða praktískt eðli þess að vera alltaf í símanum og láta börn hafa síma sko. Ég er alveg sammála því og þú veist, þá bara þetta kemur kannski inn á líka einhvern veginn svona, þú veist, bara almennan aga í samfélaginu, sko, þú veist, bara einhvern veginn ég veit ekki hvernig það er að vera kennar í dag, en er þetta ekki orðið aldrei mikið þannig að þú veist að
næstu því bara, þú veist, þú fóst yfir eitthvað mörk eða þú sagðir barni eða unglingi eitthvað, skilur einhver eignaréttur og síma já, eitthvað svona dót, skilur þess að bara, þú veist, og þá er aftur, sko, þú veist, og síðan er þetta einhvern veginn komið í æðstu stöðunar, þú veist, í landinu að, ég geri þá einu kröfu til fólk sem að stýrir landinu að þessi tilbúið að taka óvinsalar ákvarðanir, skilur og það er svo vont ef þú ætlar einhvern veginn að gaufast í gegnum lífi og þú er aldrei að taka neina óþægilega ákvörðun eða óvinsæla ákvörðun, skilur, því þú veist oft, Já, þetta er líka, sko, því að stjórnmálamenn eru núna í dag að mínum mati snúa stjórnmálun of mikið það að það er ekki stjórnmálamaður sem kemur fyrir kosningur og segir, heyrðu, þetta eru mínu hugmyndir, ég vil að þetta sé gert og þetta sé gert, þetta sé gert. Þeir fara frekar í svona einhverja rannsóknir, sko, einhverja fókusgrúpur og hugsa með sér, hvað er það sem fólk vill? Og fer svo að segja að það handlar að gera það sem fólki vill. Að sjálfsögðu er það lýðræðislega hugsunin. Að sjálfsögðu er það gott að fólk sé að gera sem fólki vill. En mér finnst það koma frá röngum enda að það sé einhver maður sem telur að hann sé með hugsunir gagnvart því að hann vilji ná ákveðnum árangri, ákveðnum sviðum og þess vegna kjósi fólkan. Ekki að hann sé að segja það sem að fólk vilji heyra. Þessin erum við með svo mikið að stjórnmálamenn sem eru í ómiklum karrierisma, þó svo reyndar núna sem er jákvætt, mjög mikil endurnýjun, það er einhver tækifæri til að breyta þessu. En það var kannski líka endurnýjun, talandi um þetta kerfi, það var kannski líka óvenju mikil endurnýjun af því þetta gerði svo hratt. Þannig að það tókst ekki að fara alveg inn í flokksmaskinurnar og búa til prófkjörin og þú veist, það var alltaf óvænt fólk fekk tækifæri til þess að stökkva inn, skilur. Og það þurfti að manna listana hratt og allt þetta, sko. Þú veist, og ég held að þá hafi kannski líka sumir bara leiðtogarnir í flokkunum fengi alltaf tækifæri til þess að svolítið, þú veist, ég þarf ekki að fara með þetta í gegnum flokksmaskinun og prófkjörun og allt þetta, bara mér langar í þennan inn, hann kemur bara þetta sæti, skilur. Þannig ég held að það sé hlutaði að það var svona mikil endurnýjun núna. Ég veit ekki af hverju, ég hef verið svona alveg síðan að ég var krakki bara með þessi kerfi, sko. Já. Það er gott að einhver sé á móti kerfinu, ég menna allir væri ekkert að það. Ég kom með einn rosalegan áhlat hérna. Já, hvað er með? Þriðja auga áhlat. Þetta er bara svona, bara food for thought. John F. Kennedy, ég held að hann hafi verið hérna, hann var gæinn sem að ætlaði alveg að breyta einhverju. Og það tókst að skjóta hann í hausinn. Svo einhvern veginn, þú veist, aftur, ég tekka fram, það er ekki hérna karakterenginin á Donald Trump. Það er aftur komin einhver gæi sem að, þú veist, ég held að karakterenginni John F. Kennedy voru talsveit betri en karakterenginni Donald Trump. En það er aftur komin gæi í þessa stöðu sem að ætlar að ráða þó kerfin. Það tókst ekki að skjóta hann í hausinn núna og drepa hann. Heldur það hafi verið Guð? Ég veit það ekki, en það ég sé þetta svolítið þannig að við þarna, þegar að hann dökkaði skotið, þá fórum við inn í aðra tímalínu. Annars hefðum við kannski bara endurtaka sömu tímalínun aftur, sko. Það er eitthvað breytingar að fara að eiga sér stað, sko. Og ég er bara spenntur fyrir þeim. En við erum alltaf svolítið eftir á Íslandi. Það mun taka okkur smá tíma. Við erum mjög kerfis hlýðin. Hvað heldur að, sko, út af því að það er ótrúlega oft eitthvað mjög einkennilegar umræður að þegar fólk er að tala um eitthvað svona samfélagsmál á Íslandi að þá segir fólk að þú ert nú bara að flytja einhver svona menningarárekstra frá Bandaríkjunum heim eða eitthvað svona menningarárekstra frá Íslandi. Þetta er bara svona menningarstríð frá Bandaríkjunum eða Evrópu sem hefur ekkert með Íslandi að gera. Og ég hugsa alltaf með mig bara í hvað veruleika býrðu? Við erum öll á Twitter, við erum öll á Facebook, við fylgjast öll með þessum fréttum. Þetta barátta Donald Trump var að stórun leyti unnin í gegnum svona hliðar fjölmiðla eins og Joe Rogan og fleira því. Og við erum öll með mannlegt eðli. Við erum öll með mannlegt eðli. Það er enginn að flytja neitt inn. Nei, þetta er löngu komið, þú býrði í þessu mengi. Það er tilfullt af fólki á Íslandi sem er ekkert þáttakendur í þessu menningarstríði. Af hverju? Að þau bara lifa lífið sínu þannig. Fullt af fólki úti sem er bara, þú veist, kannski allan daginn eitthvað að vinna með hrossum eða gera eitthvað bara allt annað, skilur. En fólkið sem að leiðu þú ert að segja að þú ert að flytja þetta inn í þessi menning, þá ert að segja mér að þú ert inn í þessari menningarstríðis orku, annars myndir ekki hafa svona sterkar skoðunar. Fullt af fólki sem ég hitti og þau sé það bara á þér, þú ert bara ekki þáttakandi í þessu. Þú lifir bara í pínu öðrum veruleika. Þú ert bara búin að ákveða, ég er ekkert í þessu menningarstríðum og þá er alveg sama, ég var eitthvað að flytja það inn eða ekki, mér er bara drullu sama, ég er ekki í þessu, skilur.
sem líka miklu eðlilega afstæða kannski þegar öll að botna hvolf sko, að fólk að við erum eitthvað að pæli Donald Trump og einhverju sem við höfum ekki raskat með að gera og kannski ættum við bara að vera að njóta lífsins. Já, maður hugsa oft þennan pistil sem hefa góð frábær pistil sem Bergur Ebbi skrifaði á sínum tíma, þannig að það til fólk. Það svolítið svona, það alveg fullt af bara svona venjulegu fólki á Íslandi sem í alvörunni vaknar á morgnana og að pæli því að frændið þeirra var búin að vera veikur og bara, ég vona hann hafi það betra í dag. Skilur, sem bara í alvörunni að lifa lífi sinni svolítið í að þjónusta aðra og vera gott fólk. Það ekki fólki sem að auglýsa þessu gott fólk, sko. Nei. Skilur, en það til mjög mikið af svona fólki. Mér finnst það alltaf gaman þegar ég hitti þannig fólki bara svona, vá, þú ert bara í alvörunni góð manneskja og þú þarft ekkert að vera að auglýsa það því það bara sést, skilur. Förum og hittum gott fólk. Sölvi Tryggvason, takk aðeinslega fyrir að koma. Við gerum þetta aftur og það ætlum ekki ég ætla ekki að láta ólangt líða þetta því eins og segi, það gaman að spjalla við þig og bara sömuleiðis, gaman að koma. Og hvað það, sölvitryggva.is? Já, ef einhver vil koma í áskriftinu á mér. Og ég ætla líka að nota tækifæri að rósa þér, sko, af því að þú ert maskína í þessu, sko. Það maður verður að gefa mönnum kredit, þú ert mjög duglegur að dæla út þáttum, sko. Það ekki að meira, af því það consistency ekki sjálfgefið í þessu. Það mjög margir mjög mörgum sem finnst það góð hugmynd að byrja með podcast, en ég las einhvers staðar tölfræði, held að 90-95% af öllum podcastum ná ekki fleiri en 5 þáttum og af þeim sem ná 5 þáttum þá eru 90-95% sem ná ekki 20. Já, það þannig að ef þú komin yfir 20 þætti þá ertu komin í efsta 1-2% af þeim sem eru að gefa flesta væðir. Já, bara takk fyrir það, eins og ég segi, ég hef nú fjallað það, ég veit ekki eins og af hverju, hvað þetta sem drífur mig áfram. Það sést þú hefur gaman að þessu? Já, ég hef mjög gaman að þessu, þetta skemmtilegt fyrirbæri. En eins og þú varst að nefna það, þetta slatta vinnu og stundum skil ég ekki ég veit ekki, maður hittir náttúrulega áhugavert fólk, maður getur eiginlega fengið hvern sem sérstaklega á Íslandi til sín og svona, sem skemmtilegt. Sölvi Tryggva, takk aðeinslega fyrir að koma. Takk fyrir mig.